Þegar ég kem á Stígamót þá ég bara algjörlega búin á því og í rauninni kem ég eftir að hafa reynt að svipta mig lífi. Það versta við að vera beittur kynferðisofbeldi að vera sviptur sjálfræði. Og uppgöta að það sem ég segi og það sem ég vil skiptir engu máli. Mín völd yfir mínum líkama, þau eru tekin af mér. Það versta við að vera beittur kynferðislegu ofbeldi var að ég var hræddur um líf mitt á meðan því stóð og var líka hræddur um það eftir á. Það allt vont við kynferðisofbeldi. Það bjargarleysið. Og skömmin. Að maður var stöðugt að gera lítið úr ofbeldinu sem maður var fyrir. Allt þetta, þá held ég að það sé óttinn. Þessi djúpstæði, gegnum sýrði ótti. Kippt undan mér sjálfsálitinu mínu. Þetta var bara hreinasta martröð og... Sjálfsfyrirlitningin var verst. Svo kem ég inn í Stígamót og fæ bara svolítið að segja mína sögu og kemst að því að ég bara ekki ógeðsleg. Það skilgreinir mig ekki sem manneskju að ég hafi lent í ofbeldi. Ég skammast mín ekki lengur. Þetta partur af minni sögu sem ég ennþá að glíma við í dag en ég fekk aftur viljan til að lifa. Ég sterkar í dag. Ég get gert hvað sem ég vil. Ég hætti að loka mig inni. Ég búin að skila þessu skömm. Ég hef meira sjálfstraust. Ég sef betur. Mér líður bara miklu betur. Ég á skilið að vera hamingjusöm. Í dag ég nóg. Það miklu betri í lífin. Ég hef stundum líkt við að það eins og hafi verið einhver svona steinn hérna inn í hjartanu en hann farinn. Og ég komin inn í háskólanám, bjóst aldrei við að ég myndi fara í háskólanám. Þess ég með félagsfæli en samt gat ég þetta bara með stuðninginn frá Stígamótum. Mér finnst auðveldara að tala ofbeldið. Það breytti eiginlega öllu fyrir mína líðan að koma hingað á Stígamót. Það hjálpaði mér alveg gríðarlega mikið. Gefa mér smá breyk, ekki vera svona vond við sjálfa mig. Og vita það að ég ekki ein. Þetta var ekki mér að kenna, þetta var honum að kenna. Ég beið ekki upp á þetta. Það ekki svona þessi mikla skömmustu tilfinning í mér eins og var. Mér líður mér betur heldur en ég gerði því, sko. Þetta var náttúrulega bara, helvíti, sko. En í dag allavega, getur mér allavega staðið upprétti, sko. Ég má taka pláss í heiminum. Ég þori að hafa skoðanir. Stígamót breytti lífi mínu og ég veit ekki hvar ég væri án þeirra.